ég hef stundum sagt að umræðan RÚV, það er að segja ríkisútvarpið á til dæmis auglýsingamarkaði og bara yfir höfuð að ríkið skuli vera að reka fjölmiðil. Það er umræða sem við eigum alveg eftir að taka og þetta er einhvern veginn, við erum svo vön þessu að þetta sé bara svona að búa að normalisera þessa hugmynd að ríkið sé að reka stærsta fjölmiðil landsins, okkur finnst ekkert eðlilegra, en ég held að ef þessi umræða er í tekin ákveðið dýpt og með einhverju svona yfirvegun að þá væri vel hægt að komast að þeirri niðurstöðu að þetta sé algjör tímaskekkja. Ég held til dæmis ef við værum ekki með neitt ríkisútvarp í dag og það myndi koma til að frá Alþingi að fara að stofna núna ríkisfjölmiðil, þá myndum við bara, ertu brjálaður, sko, það er algjörlega galin hugmynd. Sérstaklega þegar sko fjölmiðla heimur og svona mídía er að breyta svo gífulega mikið bara á síðustu árum. Nákvæmlega. Og þess vegna er sko, eins og ég segi, það er þörf á því að opna þessa umræðu betur og koma að henni einhvern veginn úr ólíkri annari átt heldur en hefur verið gert. Það er ekki að því að við séum andstæðingar starfsfólks á ríkisútvarpinu. Þetta er bara svo brjálæðislegt að ríkið skulle vera að reka fyrir skattfé almennings fjölmiðil í samkeppni við alla hina og Sjálfstæðisflokkur segir núna að þeir vilji bara henda sér í það að taka þá af auglýsingamarkaði en þá að bæta þeim upp sko það fé með auknum ríkisframlögum. Mér finnst það galin hugmynd. Já. Og við ætlum að sjá hérna hvað hún Sigga Andersen, fyrrverandi sjálfstæðiskona, núverandi frambjóðandi Miðflokksins, segir þetta. Og það sem greinir kannski Sjálfstæðisflokkin frá Miðflokknum varðandi RÚV er að Sjálfstæðisflokkurinn styður það að þessi öflugur ríkisfjölmiðill. Miðflokkurinn er ekki þeirra skoðunar og telur að ríkið þurfi að draga sig af fjölmiðlamarkaði og það verður ekki gert með þessum styrkjum og ekki heldur með því að taka RÚV af auglýsingamarkaði og bæta RÚV upp allt tekjutapið. Þess vegna höfum við verið að nefna það að við þurfum að skoða það raunverulega ef það er ekki samstæðum að draga úr umsvifum ríkisins og fjölmiðlamarkaði í fyrsta skrefi með því að draga úr umsvifum RÚV að þá eigi að leyfa fólki sjálft að ráðstafa útvarpsgjaldinu. Þannig að það renni ekki de facto til RÚV, heldur menn getur stjórna því til hvaða fjölmiðla, einkafjölmiðla þeir útvarpsgjaldið rennur. Og það sem greinir ég vil segja það að þetta er gríðarlega heilbrigð og skynsöm tillaga. Vissulega er erfitt fyrir okkur að ímynda okkur einhvern veginn að RÚV eða að ríkið drægi sig út úr þessari starfsemi en það er held ég bara því að það er svona einhver meinloka hjá okkur, þess að ég segi, við erum búin að normalisera þessa hugmynd sem er alls ekki normal hugmynd en fyrst við eigum erfitt með þá hugmynd að þá væri sjálfsagt fyrsta skref að allavega breyta þessu fyrirkomulagi þannig eins og Sigga Andersen segir að þú getur ákveðið bara sjálfur í þínu skattframtali hvert útvarpsgjaldið þitt fer og þá myndum við fara að sjá svona betur hver stuðningurinn við RÚV er og það er í svona skref í áttina að því að svona meta þetta upp og nýtt og sjá hversu galið það er í raun og veru að við séum að reka fjölmiðil á kostnað skattgreiðenda